Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum hér á samstöðunni nokkur sinnum síðustu misserinn staði fyrir umræðum íþróttafélög og áfengi. Það eiginlega búið að normalisera neyslu áfengis hér á landi á ýmsum íþróttaviðburðum og margir hafa áhyggjur af þeim skilaboðum sem við erum ekki síst að senda börnum. Nú stútungskarl eins og ég sem hann tíman að tvenna hef eiginlega undrast hvernig Ísland hefur breyst ansi hratt síðastliðin misseri og sumir segja að síðasta skjólið sé horfið í þessum efnum. Við lifum jú í landi þar sem vandamál ýmis eru tengd ofdrykkju, þau eru algengi í samfélaginu og árangur í íþróttum getur aldrei aukist við neyslu áfengis. Þvert á móti höfum við verið að ræða það stundum í þessum þáttum að æ fleiri lönd vara við skaðlegum áhrifum áfengis og það er víst ekkert lengur til sem segir að hóflega drukkið vín sé skaðlaust, hvað þá til bóta. Síðustu daga þá hefur verið umræða eftir að ólæti urðu á fótboltaleik Víkings og Brøndby þar sem nokkrir forvarnarfulltrúar hafa meðal annars talað þá uppákomu sem heimatilbúin vanda að einhverju leyti þótt ólætin hafi nú komið að utan. Má vænta þess að íslenskir áhangendur knattspyrnuliða endi eins og breskir húligans sem við höfum hneykslast á áratugum saman. Það eru margar spurningar og hingað kominn Árni Guðmundsson, forvarnarfulltrúi til að ræða þetta mál. Vertu velkominn, Árni. Takk fyrir. Jæja, þú heyrðir mig svona í inngangnum ræða álitamál tengd menningar breytingum, sumir tala menningar byltingu. Við skulum fara fyrst í þennan leik. Já. Ræðum hann aðeins. Er eitthvað sem að gefur okkur tilefni til þess að túlka það sem svo að ef öðruvísi væri staðið að sölu áfengis á íþróttaviðburðum að þá hefði orðið minni skaði þarna í síðustu viku? Já, algjörlega sko. Fyrir að fyrsta þá var þetta stórkostlegur fótboltaleikur og gaman að taka þetta sterka lið í bakari þannig að fótboltalega sé var þetta flott. Heldur betur. En þar með það upptalið. Já. Og þetta horfir auðvitað mjög sérkennilega við sko vegna þess að allt svona fjölmiðlaumfjöllun hefur verið mjög svona sérstök. Það kemur forsvarsmaður félagsins kemur í sjónvarp og segir að löggan hafa ekki mætt á einhvern fund og það er svona alls konar tæknilega atriði í kringum þetta sem sko þessi gerði ekki þetta og hinn gerði ekki hitt og eitthvað svona lið bera auðvitað ábyrgð á framkvæmd leikjanna og annað slíkt og ef þú fá þekkta hooligans eða svona ultra sem maður segir sem er þá mestu öfgakimin í stuðningsmannahóp hvers liðs sem er líka alveg skemmtilegt og gott fyrir að út af fyrir sig en ef við töldum okkur við þennan leik til að byrja með þá er það þannig að þarna koma menn og báliðum og fara að drekka áfengi á einhverju pub fyrir leik síðan selt áfengi á leiknum og síðan fólk að fara að drekka áfengi eftir leikin og það verður allt saman vitlaust og félagið sem slíkt sem ekki hefur mér vitanlega áfengisöluleyfi og ef það hefði áfengisöluleyfi þá er það byggt á því að vera einhvern sal sem leiður út til samkvæmi fyrir fólk og þá bara eitthvað svona fjáröflun fyrir félagið og hefur lítið með íþróttastarfsemi að gera sem slíka. Þú mátt ekki sörfera út af vinnuvinningastar svo dæmis ekki og allt þetta þannig að það er dálítið sérstakt að sko henda boltunum í allar aðrar áttir og vera sjálfur seljandi áfengi á þessu leik. Það er ljóst að þessir áhangendur hafa verið rosalega góði kúnnar og þeir var styrt sko Víkinga í þessu tilfelli gríðarlega vel af því þeir drukku svo mikið brennivín og keyptu alls konar svona hluti sem er ekki gott og við raun og veru þetta svona öfgafyllsta myndin af því hvernig áfengi og íþrótti fara alls ekki saman. Það eru með dæmi þegar búið að sameina þetta tvennt með þeim hætti sem þarna verður. En ertu að segja að sko áfengið hafi verið selt kannski ekki með löglegum hætti? Ég held að íþróttafélag Víkingur með fullur ykkur fyrir þeim að þeir hafa ekki áfengisöluleyfi. Þau íþróttafélag sem hafa áfengisöluleyfi, þau hafa þá leyfi yfirleitt við einhver tiltekinn sal. Og þá er það sem önnur áfengisleyfi, þá máttu bara selja áfengi þar inni og neyta áfengis þar inni. Stúkan er ekki vinnuvitingastaður.
Voru menn að drekka bjór í stúkunni? Ég var nú ekki að leikna sjálfur en mér sagt að það hafi verið svo leys. Ég hef það ekki 100% en það má líka sjá á öllum myndum frá leiknum að það er greinilega áfengisjálfhandum hönd og þeir sem drekka mest áfengi þessum leikjum eru svona fólk eins og þessi Danir sem koma beinlínis til þess að búa til einhvers konar vissin útrúsöll saman. Já. Þannig að þarna verið að bjóða bara hættunni heim. Þú getur, ef þú ætlar að hafa flotta umgjörð kring fótboltaleik með þessu, þá þarftu bara 300 löggur. Ég fór hérna, fyrir mörgum árum fór ég á mjög skemmtilega leik í þriðjudeildinni bresku. Þá voru mínir menn Brighton and Hove, þeir voru í mikilli fallbaráttu og voru að spila við lið sem heitir Millwall. Og ég held að væri ekki neitt mál að fá mið á þriðjudeildaleik í Breitlandi sem það reyndist vera. Það var stórmál í raun og veru því ég að fara á skrifstofu félagsins deginum áður og sína nafnskírteini, vegabréf. Og ég að segja mönnum það að ég var nánast eini Brighton aðdáandi á Íslandi og hvort ég geti ekki miða. Og það var einfaldlega þannig að þá var Millwall sem eru þekktir fyrir að vera með sína allra vestu stuðningsmenn. Það er að segja öfga hluti stuðningsmenn þeirra eru bara óbúslega mikið vandamála, það fylgir því stórkostlegt vandamál. Á þeim leik þá var með ljósmyndatöskum með þá leitaði öllum töskum í fólki. Það var ekki selt neitt áfengi á leiknum. Millwall áhangöndin þeir komu bara einhver rútum og settur á ákveðið svæði sem var girt af. Það var engin áfengi sjálf, það var mjög hár öryggistandard og öllu. Síðan var bara það fór engin út af vellin fyrir en að það var búið að sópa þessu Millwall fólki í sína rútur og það var komið í burtu. Þarna var aldrei hugmyndum að selja áfengi í einhverju styrtarskyni fyrir íþrótt og æskulistar félagsins Brighton and Hove þá. Þannig að þetta auðvitað þannig að þegar menn eru komnir á þennan level eins og víkingarnir, þá fylgir því ýmislegt og það fylgir því bara mikil ábyrgð líka ef við tökum bara íþróttafélögin almennt. Það fara gríðarleg fjármunir frá samfélaginu til íþróttafélögin, það er bara gott. Og því fylgir svo kvöð og ábyrgð að þú ert að nýta þetta í uppbyldstarf. Það er margsannað að allt þetta með íþróttur áfengi og þetta líkum, það er bara vaxandi vandamál. Það getur vel verið að menn getur nefnt dæmi allt sé í fínulegi einhvers staðar, en það eru alveg ótrúlega mörg dæmi það sem að alls konar svo hlutir hafa farið algjörlega böndunum. Jafnvel þó að sé enga fyrirtæki eins og breski fótboltinn út af því að þetta bara, það fylgir þessu mikið veist og þetta dálítið einföldun að taka áfengi út úr þessu mengi. Það bara grundvallar þáttur í öllum þessum órum, þetta allt saman dauðadrykki fólk. Og þú nefndir fjölmiðla umfjöllun, upplifirðu að blaðamenn, íþróttafréttamenn sem eru að fjalla þessa viðburði, þeir séu kannski ögn meðvirkir gagnvart íþróttafélagana vegna þess að þeir eru svo oft búin að heyra forráðamenn íþróttafélagana segja að þetta sé orðin svo mikilvægur tekjupóstur að þeir gætu ekki reikið félaguna þeir eru svona að selja hellinga áfengi. Nei, það er líka skrítið að því að við höfum stýrt alla þessa velli, við höfum byggt öll þessu hús samfélagið og svo kemur einhver sem allar fór að monta sig þegar verður rosalega góð í utanhaugunni sem er þá alkoholbransinn sem eyðir 2800 biljónum. Ég hafði 2800, ég held að sé 9-0 eða 12-0 sem íslenska krónur sem fer í markaðsvæðingu, fer í auglýsingar, fer í normaliseringu. Og ég held bara að sé orðið þannig að það sé orðið einhver svona viðhorf einstakra hópa í íþróttafélaginu vegna þess að nú ég formar í foreldrafélagi gegn áfengissjúkdómum og við fáum auðvitað fullt ábendingu fyrir fólk út í bæ sem bara mjög óhress með þetta. Sumir segja þetta eru bara einhver miðaldra kallar sem gott að fá sér bjór og þeir samina það eitthvað að horfa á fótbolta. Og það er svona láta eins og þetta sé ekki neitt. Það er bara algjörlega klárt í mínum huga að áfengissýnaðurinn, hann getur aldrei hluta forvörnum og við getum bara að segja hvernig áfengissýnaðurinn sem eyðir þessum 2800 miljónum. Þetta alveg klikkaði peningar sem fara í þetta allt saman. Þeirra markmið eru auðvitað að normalisera. Og við getum líka tekið bara þegar við ferðum að kíkja á umræðana, hvernig áfengisbransin, umræða áfengisbransans gagnvart almenningi eða öðrum er til dæmis að ábyrgðin
þeir segja þetta að áfengi getur verið hættulegt en ábyrgðin alltaf á þér. Það er bara, þú verður að passa og það er ekki okkur að kenna þá, þú verður eitthvað, þetta er bara svipað ef við tökum hálsbólgufaraldur og þú kemur til læknis og hann myndi að segja, jú, það er sjálfsagt, það er mikið, hérna veirum í gangi maður, en það er ábyrgðleysi á þér að koma hérna að kvefa til mín. Þú ert að segja að það sé búið að taka samfélagslega ábyrgð út úr jöfninu. Já, sko, þeir hafa enga samfélagslega ábyrgð, þú getur líka, ef við tökum bara íslensku umræðu með þessi mál, það er til mér þeir sem eru hagsmunaaðilar í þessu, þeir segja til mér, þeir tala niður allar sko rannsóknir. Svo gera með rannsóknir sem eru til dæmis með alveg kolrugluðu sniði. Það er að segja, ef við tekum áfengissjölusingarna þá getur alveg gert einhvers konar könnun, sent einhverja list og spurt hvort þú hefur orðið drikkföldur á þegar þessi áfengissjölusingu. Þeir nota sem sagt sniðmátt sem er svipað eins og lyfja rannsóknir, þar sem það útilokar alla þætti. Það er ekki hægt að nota það í hagfræði eða samfélagsrannsókn. Þú ert með svo marga þætti, þú getur ekki fundið orsakasamhengi milli þess að auglýsir eitthvað tannkrem og að krakki breiðolti fá ekki tampinu. En þeir nota svona triks meðan að við sem erum sem bransa vitum það að þetta fjöldi rannsókna það að ungt fólk sem hefur lent í miklu vesinni með áfengi. Eitt stærsti áhrifar þátturinn í aukin neyslu og þeim og neyslu þetta áreiti sem áfengissjölusingar eru. Þannig að það alls konar svona hlutir í þessu sem eru dálítið sérstakir og það þetta grundvöldun í þessu það að hagsmunaaðilar þeir eru í því allan ásinsing, alla daga, allan sólarhringinn út allan heima normalegsra áfengisneyslu. Hafa þær áhrif á blaðamennskuna umfjöllunum? Ég held að sé einfaldlega bara þannig að ef þú kemst inn með fótinn þarna og mér finnst til dæmis eins og í þessu atviki með þennan leik sem við erum að tala þá finnst mér dálítið sérkennilegt sko að hvernig menn eru eins og að reyna að útiloka grundvalla þáttinn í þessu vesinni sem er áfengisalan, sem er áfengið á vellunum, sem er áfengið fyrirleik, sem er áfengið eftirleik. Þá þetta bara afgjöld sem einhverju kolvillu danir og bla 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 og þeir eru bara svona og þetta liðið frækt fyrir með svona stuðnismenn og allt þetta og það er bara afgjöld búið. Þegar að svona kemur upp að þá þetta ekkert einsleitt og þess að segja til með áfengisala á vellinum hefur alveg örugglega ekki dregið úr þessu öllu saman nema síður sér. Þannig að þetta fyrir utan þetta eins og við talum að það þetta mjög undarlegt að eitthvað félög sem eru að þykja í óbert uppbyldistarf sem öllum mjög gott að þeir skuli vera komnir í eina sæng með áfengisbransan. Þá spyr maður sig hvað það þá næst nikótínpúðarnir eða hvaða bransa alltaf að semja við næst. Þannig ég sé bara sko stjórnmálamenn verður þetta standi lappin að ganga styrkveitingu til uppbyldistarfs. Það er algjörlega óhugsandi að áfengisbransin geti að neinu leyti komið inn í forvarnastarf. Það er alveg skynsalegt inn að gæsalappa að semja þá einhverju sígaretturframleiðendur það hvort þau líki styrkja eitthvað íþróttafélag eða veipsala eða hvað þetta skilur. Ég heyrði í foreldri í sumar sem var það er nú gamalkunn umræða hjá foreldrum á Íslandi hvort þú eigir að fara í ríkið fyrir 17, 18, 19 ára barnið þitt. Áfengiskaupa aldur jú 20 ár samkvæmt lögum og margir segja að neysla áfengis fyrir 25 ára aldur getur verið skaðleg heilanum og miðtaugakerfi ungmenna. Maður hefur lesið skýrslur það að ef fólk ætla að hefja neyslu áfengis ætti það að bíða til 25 ára aldurs. En rök þeirra sem að kaupa áfengi fyrir börnin sín hafa stundum verið þau að annars færu þau bara út í landa eða eitthvað verra og þetta foreldri sem að ræddi við mig í sumarfríinu hafiði orðið á því foreldri sem hefur staðið í lappirnar og segir bara nei, ég kaupi náttúrulega ekki áfengi fyrir þig áðan og verður tvítug vegna þess að þá var ég að bara fremja lögbrot að það sé orðið erfiðara sko að móast við með einhver prinsip með vísan til laga umhverfis og annars einmitt út af þessari normaliseringu að í huga ungmenna og barna
verði birtingarmynd áfengis eða verði, neysla áfengis, hún verði alltaf meira og meira áberandi og það var meðal annars vitnað í íþróttahreyfinguna í þessu. Já, þeir eru bara að láta plata sig. Það er bara svoleiðis og það er bara svoleiðis þegar menn eru bara að láta plata sig af því að það er líka ef þú tekur bíómyndir, ef þú tekur bíómyndir og alls konar menningar tengt efni, þá eru til dæmis reykingar og áfengisneysla miklu meiri þar en eðlilegt er. Og ef þú ert með ungling, 12, 13, 14 ungling sem að koma sér upp sjálfsmyndinni, að vinna í því hver er ég og að glíma við allt þetta og finnur í sínu nánastu umhverfi alls konar fyrirmyndir, þá finnur það í kvikmyndum sem eru fjármagnar áfengisbrasónum eða tóbaksbrasónum eða eitthvað og þetta er orðið svo lævíst allt saman. Og ég held í raun og veru ef maður tekur ég held allir með sér þeir sem að því að við fáum alltaf póstum í kringum fótboltan sérstaklega og höfum fengið í gegnum körfubolta líka og við höfum ekki lítið á sem okkar hlutverkar að byrta eitthvað efni sem okkur er sendt en það er alveg ljóst að svo mynd sem að forsvarsmenn í íþróttafélaginu gefa þessu er ekki sú sem er algilt þó þetta sé einhverju leyti allt í lagi þá er bara fullt af svona dæmi sem kom upp sem er ekki góð og á þessum íþróttavettvangi en það sem er í þessu það er ekki bara það er æskulýðsmenningin sem hefur alltaf verið við getum bara séð 68 tímabili 70 tímabili þegar hippabildingi verður þegar pönki kemur allir þessi unglingamenning sem kemur viðskiptalíf hefur alltaf komið strax inn það var í pönkinu voru alvöru pönkara sem voru bara alveg ístílin pönkari en svo var fljótleiti það gastu verið helgapönkari og þá var þetta eitthvað fyrirtæki búin að búa allir eitthvað dótarreikningu það sem var viðskiptalegs eðlis sama fór að einhverju leiti með hippabildinguna þannig að það eru þetta markasöflin eru svo óbóðslega sterk og þau eru alltaf að sækjast eftir áhrifum hjá ungu fólki og ég held að sé líka í þessu samfélagsmiðla fyrirkomur samtímas þá eru börn komin utan seilingar foreldrasamfélagsins þannig ég held að foreldrahlutverki það hefur sennilega aldrei verið eins mikilvægt og eins mikilvægt að vera til dæmis eins og maður sér þetta sem var presentari þegar við fórum í herferð fyrir í Elgamata þá var þessi samvera fjölskylduna sem er alveg gríðarlega mikilvægt og ég held að hún leiði automatist af sér að ungmenni byrji síður að drekka áfengi eða seinna eða fara í nikotínvörurnar eða óháflega orkudrykki eða hvað þetta kann að vera sem er verið að trufla ungt fólk með. Þannig ég held að það er þetta sem að er svo mikilvægt. Þess vegna finnst mér dálítið sérstakt því að ef við tökum frjálsíþróttahreyfinguna það er bara gjörsamlega algjörlega óhugsandi að tengja áfengi við frjálsíþróttaviðburði. Það er bara ekki til. Áhorfendur á frjálsíþróttaviðburðum þeir þurfa ekki að bæta upplifun sína á hástökki eða spretthlaupi með því að vera að drekka áfengi. Nei, og engin rökli lína á milli þess að eitthvað annað ætti að eiga við áhorfendur á fótboltaleik. Nei, það er bara því miður slys. En svo er önnur það er líka skemmtilegt að pæla í þessari menningu fylgjenda eins og menn nú mér sagt að þessi hópur sem kemur á víkisleikinni er ekki svo kallaðir ultras eða þetta er ekki algjörlega jaðarinn og þannig að þetta er marglaga og í raun og veru held ég að þetta sé bara skipulagt þetta verður svona af þessari menningu sem er komið þá leiðir ýmislegt svona af sér og svo voru alltaf mikla stúdíur af hverju fer fólk í þessa öfga af hverju fer fólk í þessa öfga stuðnisópa gaman að Desmond Morris hann var mannfræðingurinn hann skilgreindi fótbolta sem svona styrjöld og með öllum þessu táknum og mörkin eru þetta borgamörk og þau skora marka og þau búin að koma ná borginni og þetta er sem betur fyrir reglur í leiknum annars myndi bara menn högga á einn og annan þarna eins og gefst það til fornið þá er það raun og veru þetta að ef þú ert í þannig félagsöðum aðstæðum að þú ert komin út úr öllum kerfum hefur enga ástæðu að treysta núverandi kerfi, þú ert atvinnulegs, hefur enga menntun, þú ert til að komin í það að samfélagi hafna og þá er ein leið til að vera einhvers konar manneskja
það að aðhyllast eitthvað lið og þá fylgjur því ekki súrt og sætt og tekur út alla reiðina gagvart öllu í gegnum þessa destruktífu framkomu sem slíka. Þörfin að tilheyra jafnvel þótt hátternið sé skaðlegt hann spilar það sterkt hlutverk. Það er sennilega það ég var að rifja upp í gær ég var að vinna í félagsmiðstöð í Gautaborg ég var á námsárum mínum og þá er það svona hvernig fólk getur aðlagast einhverju svona destruktífu það var unglingur sem kom aldrei almennilega í félagsmiðstöðin en hann fer sérst að á sumri voru við oft fyrir utan félagsmiðstöðin hann er svona stundum á bekknum og hann fer eitthvað að tala við mig hann fer að tala um alla þessar vondu útlendinga sem er að stela vinnunni í Svíþjóð með alls konar svona dótari heyrandi það ég er ekki þó ég tali sænsku þá heyra það allir ég er ekki sænskfæddur og maður gerir það aldrei í svona félagsmiðstöð bransa maður talar aldrei hreint pólitík en eitt kvöldi þá ákvað ég elda þessa frasa og þá var þetta alveg innanslust þá var þetta bara frasa sem maður kunni utan hann hafði enga hún fannst ég ágætis drengur eða maður en hann var einmitt með öllu senginni þetta var ungur maður sem var í miklum erfiðleikum og hafði ekki þau góðu spil sem við höfum á höndunum og bjóði mjög félagslega erfiðar aðstæður og hann hafði bara því miður hitt einhverja svona hópa sem voru þarna og þeir segja að þú ert bara okkar maður og loksins hittu við þig þannig að það er einhverju svona mekanismar sem að stýra þessu últradæmi í fótboltanum líka og það er auðvitað viðfangsefni út af fyrir sig eitt og sér Nú efast enginn að það náðist á tímabili mjög mikill árangur gegn ekki síst unglingadrykkju hér á landi og við höfum kannski trúað því skeið að við værum á betri leið svona sífellt en framfarir í þessum málum er ekkert endilega línulegar óendanlega og sumir ræða bakslag í þessum efnum Eitt af því sem að lifir og hefur alltaf lifað þrátt fyrir umbæturnar það er þetta samfélagslega leyfi sem er gefið fyrir mjög dularfullri hegðun til dæmis út í eyjum á þjóðhátíð. Já. Og þetta er náttúrulega með ólíkindum að einhverjum dögum bara rétt fyrir þjóðhátíðina þá kemur gul veðurviðvörun og ég ætla bara að segja það upp átt að þótt eyjamenn verði brjálaðir og það er svo miklu hagsmunir undir að fá sem flest fólk en hið rökrétta viðbragð hefði náttúrulega verið frekar að flytja þá íbúa frá svæðinu og pakka niður trampolínu já, einmitt en þá hefjast fólksflutningar sem aldrei fyrr og svo er svona til eyja og þegar aðra þjóðir hefðu kannski bara lokað eða farið að reyna að beina fólkinu frekar frá og svo kemur náttúrulega algjörlega brjálað veður og allt breytist þarna í Vígvöll en samt er stutt í hetjudyrkunina hjá þeim sem sagt hetjuímyndina, hetjusögurnar af þeim sem lögðu á sig að vera þarna kannski ungt fólk í brjáluðu veðri, rennblautt og munaði minnstu að það færi náttúrulega illa í mörgum tilvikum. Mér er svona dottið í hug að þjóðhátíð í Eyjum sé svona síðasti skikinn á þessari gömlu íslensku upphafningu drykkju óstjórnar á Íslandi. Já, það er dálítið gaman að minnast þetta vegna þess að þjóðhátíð í Eyjum er svona eiginlega tveir viðburðir. Það er annars vegar svona heimamenn sem er ofsalega hefðbundið og gerir ýmislegt, svo er það bara djam í dalnum og að því vorum að tala um mannfræðina á það að þá eru svona menn að tala um það svona höft samfélagsins séu svo mikil að þú getur farið og gert alls konar vitleysu bara eina helgi þegar þú kemur inn í þetta hlið þá ertu komin eitthvað fríríki og eitthvað svona en það er alltaf sérstætt að þarna er náttúrulega vita menn að það er nánast vitlustöður og samt ég fór að hugsa ef eitthvað alvarlegt hefði skeð og hvað hefði maður gert þá hvernig ég þekki að sjálfur það er rockfestival í Svíþjóð og svo fyrir aftur þangað sem var komið svipar aðstæður upp fyrir nokkrum árum og þá bara frestað þá bara sagt ok, nú er verið bara nú er spáin svona við bara höldum ekki þessa hátíð og eitthvað slíkt en þarna eru kannski peningarnir já. En ég held að sé að breytast stoltið mikið líka þessar hátíð vegna þess að
það komið svo mikið svona hverfahátíðum eða bæjarhátíðum að þessi stóru viðburðir sko ég held að sé sennilega bara eftir allir sé ekki bara eftir sko þjóðhátíð í Eyjum að mestuleyti sko af þessu öllu saman. Jú, svona það sem við höfum til dæmis séð dæmi aðrar hátíðir sem að hafa algjörlega umpólast í þessu sko. Stækka sko. Þessu tökum Akureyri. Já. Það var náttúrulega mjög slæmt ástand verslunarmannahelgi ár eftir ár. Já. Núna héldu menn þar 20.000 manna talið lokatónleika á einni möllu eða hvað það heitir. Já. Og sá alla vín á nokkru manni, skils mér. Líka, sko, börn og fullorðnir saman og svona. Þetta verið stækka og svo springur þetta sko. Ég var nú svo frægur að fara á Bræðsluna sem stórkostlegur tónlistaviðburður og þar eru bara fyrir löngum ákveða þetta tekur svona margt fólk og punktur. Ef þú fer að sitja fleira fólk þá fer að koma meira við sín, maður hefur sér alls konar svona bæjarhátíð sem fara algjörlega böndunum út af þetta svipað eins og út af fjöldun, sko, það svipað eins og menningarnóttin það var alltaf skemmtileg umræða hana nokkrum árum að hún var eiginlega bara hrúa af menningarviðburðum síðan breytist hún í það að þetta allt orðið áfengistengt og það var orðið verið að selja áfengi á öllum götum og þetta var orðið rosalega mikið prófíl þar í stæðan fyrir að sína allir þessa flottu menningu sem og þetta getur fólk fengið sér að borða og eitthvað svona slíkt og fengið sér drikka eða vill, sko, en það var orðið svona dálítið framalega í öllu og þá held ég að menn hafa bara tekið ákvörðun að setja það setja það svona meira til líðars heldur en verið hefur sko. Og þessi lína sko, þessi hugrenningatengsl á milli hreisti og neyslu áfengis eins og íþróttaviðburður og svo við förum aftur til Eyja að þú sko komist lifandi út úr nóttinni vímaður í brjáluðu veðri og berir þig vel og enginn efast að heimamenn þrekvirki með því að hjálpa öllu því fólki sem þú hjálpuðu en það engin umræða hvað hafi í rauninni átt sér stað. Umræðan fyrir bara öll í hvað heimamenn séu æðislegir að opna heimili sín fyrir röktu fólki en það engin umfjöllun í fjölmiðlum hjá fréttamiðlum áfengisneysluna og hættuna sem fylgir þessu. Sko, hún líka bara ef þú tekur myndir úr sjónvörpum bara úr þeim miðlum sko, fyrir hátíðina þá fólk að fara til Eyja og það allir byrjar að fá sér og það áfengi út allt, það flýtur allt í áfengi og annars líkt sko og það þetta moment sko, þarna auðvitað og þarna náttúrulega bara eitt ekki áfengisfyrirtæki sem stýður þetta dæmi Eyjum bara með einhverjum það örugglega alveg ótrúlega miklu peningar sem ég fá gegnum stuðning gegnum ákveð áfengisfyrirtæki. Veistu hvaða fyrirtæki það Ég held þetta, ég vil helst að ég ekki nefna tegundir í fjölmiðlum, en það er þannig við fengum ábendingar og fáum alltaf ábendingar foreldrasamtökin alveg sko áfengissölusingar út allt og sviðinu út alla trissur og þá var svo fyndið við sittum yfir sko það er þetta kæra í gegnum heimasíðunni okkur foreldrasamtök.is senda ábendingar og við fengum einu sinni ljósmynd það sem var bara risastór áfengissölusing og við fengum síðan bréf að það verið fellt niður og við sem sagt við kærðum niðurskurðinn og þá var þetta sendt til Eyja og þá var einhver lögreglu og það láti fara og kannið eitthvað betur og þráttur að vera með mynd þá sá lögregluembættið í Vestmannaeyjum ekki heldur neitt og svo kom náttúrulega til ljós að einhverju lögreglunni í Vestmannaeyjum var þetta í þjóðhátíðarnefndin líka sko og þannig að þetta allt í einhver svona alveg bara en þetta alveg rosalega sko brjálarlega djammið og áfengismið og skilabúðin alveg skýr þú átt að fara með bara 200 bjóra með þér í Vestmannaeyjum og vera bara fullur í 30 Óvissan svo mikil afdrifðin sem ungrar mannesku að þetta hættu ástand. Það líka bara að því að það gaman að velta fyrir sér fjölmiðlun sko sem dálítið einkennandi sko eins og ef við tökum hann leik Víking og Bröndby þá engin svona kritisk sjónarhorn á það nema það sem við erum búin að ræða í þessu spjall okkar. Það ekki svona kritisk moment það hver ábyrgð þess og hinna ef eitthvað skeður og af hverju gera menn ekki svona og svona af hverju geta menn bara beitt í allar áttir af hverju verið að fara að tala við sko af hverju allar svona öll viðtöl
tengslu við útiháttir svona áfengistengt. Er ekki hress? Já, er ekki rosa gaman? Já, algjörlega sko. Það er örugglega þetta að vera myndasýrju sem er jafn ömurleg og þetta er gleðilegt ef menn vildu. En sko, það sem ég tek út úr þessu spjalli við núna, Árni, er að þótt að hafi náðust mikill árangur í baráttunum gegn unglingadrykkju og þótt við höfum svona verið frekar ánað með okkur þegar við lítum aftur miðað við tlæmis þegar ég fer að sækja böll 16 ára gamall og blóðir í vígvellir og nauðganir og fólk meðutundalaust og dautt og slagsmál alveg út og suður sko. Að þótt tímanir hafi sannlega verið betri hefur mér fundist síðar ár þá getum við mistið allt út úr höndunum á okkur aftur. Það er nefnilega akkurat þetta er kjarni málsins sko, það er orðið rof í þessu vegna þess að kynslóð núna þeir sem vilja fara að selja þessi gott að fá sér bjór á vellinum og eitthvað svona fólk sem á börn og ungmenn í dag er kannski kynslóð sem er alin upp fyrir svo óskiliri að því okkur tókst að snúa við alveg brjála þar erfið þróun sem var hérna í Íslandi við vorum mjög illa sett bara í alþjóðlegu samhengi gagnvart unglingadrykkju. Þess vegna er svo sorglegt og okkur ég verð bara að taka það á mig og fleiri sem erum í þessu forvarnarbransa að okkur hefur eiginlega mistekist að því þetta er ferskvara. Það þýðir ekkert að taka átak núna. Það virkar ekki 2030. Alveg eins og það sem við gerum kringum 2000 eða 1990. Þetta er bara, þú verður alltaf Pútín og kannski yfir misefnast svo kynslóð sem er núna að fara alveg unglinga, aðalega börn og ungmenni, er semst svo kynslóð sem er alveg upp við alveg præm skilir hvað þetta varðar, að því að það er búið að ná tökunum utanum þetta. Þess held ég við þurfum bara að taka þessu gömlu góðu gildi, það er þessi samvera foreldra og barna sem lengst og ég held bara að svoleiðis þættir allir saman, þeir hafa í för með sér að fólk fer að ástunda heilbrigðari lífstíl. En forvarnafulltrúarnir bera nú ekki einir ábyrgð hér, sko, það hefur minna fé verið veitt til forvarnamála. Við höfum verið með kúltúr eða menningu inn á Alþingi, stemningu þar fyrir að gefa heldur í frekar en hitt, jafnvel selja áfengi, lögð fram frumvörpum að selja fram áfengi hvern einasta dag ársins og helgidögum líka og við höfum einhvern veginn vanist þeirri hugsun að þú sért ógeðslega leiðinlegur og pirrandi ef þú ætlar með einhverjum hætti að draga fram einhverja neikvæða þætti við neyslu áfengi. Þetta er hlut á normaliseringu, sko. Það er þessi stimplun. Það er þessi stimplun á fólk sem er ekki alveg inn í mainstreamunu gagnvart áfengi síðanum, hugmyndum áfengi síðanarins. En ég held að sé bara það er sko það sem það er náttúrulega fullt af óbúslega góðu hlutum í öllu svo ungmenna sko umhverfi. En það er bara þannig að við þurfum að halda þessi gildi þeir sem eru að þiggja fé til uppbyldistarfa eins og ég dræði ekki. Hún verður bara gjöra að vera trú þeim markmiðum. Og þá er eins og við erum búin að segja sko ekki hægt að vera í samstarfi við áfengisínan í forvörnum. Og það þarf alltaf að vera að og hver kynslu hefur náttúrulega sín einkenni og annað slíkt og það þarf bara að mæta því á þeim forsendum sem það er og núna er bara þessi markaðsöfli eru bara svo brjálagslega sterk og þetta er svo miklu peningar og þau hafa mjög mikil áhrif á römmun frétta og umfjöllun og andrúm í samfélaginu. Ég hef náttúrulega marga fjöruna sopið verið í fréttum í marga áratugi og ég sé alveg gatið sem er opið núna fyrir kritískri umræðu. Fyrir 20 árum þá hefði fjöldi ritstjórna verið að fjalla hluti hér með gagnrýnum hætti sem að núna segir bara pass. Ég hugsa að því komst, ég var að horfa ég horfa mikið á Sandsjón, ég var að horfa þátt sem heitir Uppdrag granskning, sem sagt bara rannsóknin, við ætlum að rannsaka eitthvað ég var að sjá á þáttur þessar sprautur sykursýkisprautur megrunarlífið og þar fara menn bara alla leið og mér finnst að það er kannski þessi stöð sem fyrir langlengst og í fjölmjölum í svona krítiskri blaðamennsku. Já, okkur er skítsamum markaðsöflin. Já. Við erum að reyna að byggja upp okkar módel með styrk hins almenna áhorfanda og hlustanda og hér er lítið auglýsingar og það er engin dagskrárgerð maður hér að ritskoða sig sérstaklega með leiti til þess hvort einhver viðskipta þrýstöð á okkur. Ég held að það sé bara raunveruleiki margra fjölmiðla í dag.
ekki samstöðurinnar en ég held að sé bara einfalda þannig sko að svona kallar eins og ég sem tala gegn ákveðnu viðskiptahagsmunum, það er ekki gott að vera í viðtali í svoleiðis miðlum af því að þá hætta menn að auglýsa. Þannig að þessi tengsl eru þetta dálítið erfið og þá þurfum við eitthvað afl sem getur verið svona samfélagslega sterkt inn í þá umræðu sem þarf að eiga sér staði í samfélaginu. Já. Með öllu því sem fylgir. Og gildir einu sko þótt að komi greinar og Facebook statusar að það sé alltaf sama niður yfir og eitthvað svona sko. Það er bara hluta því að vera manneskja og vera gagnrýnin á samfélagið er að standa í lappirnar bursið frá þeim viðbröðum sem kunna verða. Já, það er einhver stimplu sko, það er sko það er alltaf að stimpla alls sko þjóflishópa sko. Forræðishyggja. Það er svona ekki forræðishyggja sko, það er að gerða eitthvað frelsi og þetta setti svona samingi sem að bara, ég ofta að velta fyrir mér sko, þessi frelsisumræði er náttúrulega mjög sérstök sko. Ég skil þá ekki bara akkur fólk sem er þar sko, í þessar últra frelsi, akkur rífuðu ekki niður bara allir umferðarljós og umferðarreglur og svona dótari sem eru mjög heftandi í daglegu lífi fólks. Já, ég hef lengi verið þeirra skoðunar að orðið forræðishyggja sé nýtt niður að tilefnislausu. Ég meina það er forræðishyggja að ég ræði ekki sjálfur hvort ég spenna á mig bílbelti og ég læt það yfir mig ganga vegna þess að það bjargar mannslífum. Já. Og svo er líka bara sko, oft svo sérstakt að nú er þeim að gera mjög róttæka breytingar í lagum hverju í Litáin í samt áfengismál og það er alls konar svona takmarkandi sölu aðferðir og allt þetta og þá fyrir maður að velta verið sér á sama tíma þeir eru með allt niður í tómuvi sín að reyna að hífa þetta tilbaka að þá er fullt af fólki hérna í Íslandi, ekki fullt en hávar hópur yfirleitt með forsvarsfólk hagsmunasamtaka í forsvari þá fámennur hópur sem hefur mjög hátt það að við þurfum að fara þangað þú veist. En Árni, það var og er og hefur verið gott og fræðandi að fá þig í heimsókn og ef eitthvað þá skulum við bara fjölga þínum heimsóknum hingað því ekki veitir af að við, eins og sjálfur bendir á, að við séum með gagnrýnar raddir gegn því sem er að gerast og við höldum áfram að fjallum þessi mál og samstunni. Kæra þakki fyrir komuna í dag. Sömuleiðis, þakka kærlega. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með þáttinn eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is